Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Þröstur Ólafsson hefur lifað merkilega ævi og við fáum innsýn í hluta hennar í bók sem heitir Horfinn heimur, minningaglefsur. Svolítið síðan hún kom út en ég var nú bara að klára að lesa hana núna páskana og ég held að það hafi þýðingu og sé mikilvægt að við höldum sögum okkar til haga, skráum niður ævi, störf og sýn okkar á samfélagið. Og nú stöndum við frammi fyrir stórum ákvörðunum. Íslendingar þurfum á næstunni að taka 2 ákvarðanir sem spegla sýn okkar á samfélagið. Það eru 2 kosningar framundan, annars vegar sveitarstjórnarkosningar og svo þreifingar gagnvart ESB og mér datt í hug að fá Þröst hingað að rauða borðinu, ræða að hluta til þessa bók en líka svona hvernig við gætum nýtt okkur eitthvað af því sem kemur fram í henni gagnvart samtímanum og jafnvel horft til framtíðar varandi þetta sem ég hef þegar nefnt. Vertu velkomin hér að rauða borðinu, Þröstur. Takk fyrir. Þetta góð bók, finnst mér. Mér ást hún hérna stundum sorgleg. Það í henni einlægur, viðkvæmur tónn. Það nostalgía, sannarlega. Hún í ýmsum litum, myndi ég segja. Varstu lengi að skrifa hana? Sem sagt, þetta afrakstur hugmynda sem að þróast jafnvel áratugum saman? Þetta afrakstur af því að ég náttúrulega búin að velta flesta af þessu fyrir mér dálítið lengi. Já. Og var komið með dálítið mótat svona mynd af því. Já. Í huganum, en það tók mig ára að skrifa þetta. Já, bara svona í beit. Já, bara, já, og hverjum degi eitthvað, en náttúrulega ekki mjög marga tíma á hverjum degi, því að ég hafði öðrum svonum störfum að sinna líka. Já, sko, þú ert persónulegur á köflum og þú ræðir viðkvæm og brothætt, persónuleg mál. Fannst þér það erfitt? Því nú stundum sagt að kallar á þinni kynslóð, þeir eigi ekkert auðvelt með þetta? Já og nei. Stundum átti ég mjög auðvelt með að komast yfir þetta. Já. Og önnur áföll urðu mér erfiðari. Já. Þannig að, já, það var bæði erfitt og mjög, eða ekki mjög heldur, og auðvelt fyrir mig að komast yfir vissa hluti sem ég. Já. Og þú berskjaldar þig gagnvart ákveðnum hlutum. Já. Þegar bók komin út, þá veit maður ekki alveg hvað gerist. Hvernig var þín upplifun? Á hverju meinar þú? Þegar þú ert búin að berskjalda þig og þú ert með þetta svona svolítið í brjóstinu, hvað gerist eftir hún kemur út? Svo kemur hún út og þá ferðu við bara frá samfélaginu og það ekki fyrr en þá sem þú veist í rauninni, það ekki fyrr en fólk les bókina sem hún lifnar við. Það var heilmikið léttir fyrir mig. Það var léttir. Já. Því að eins og ég segi nú þannig frá, þá maður brynjaður og bara næsku. Já. Maður á að vera harður og kallmaður. Já. Og ekki láta neitt væl út úr sér. Nei. Og það bara ég hef verið með það líka sko, undir annarri hendinni. Já, einmitt. Sko, þú lýsir Húsavíkur uppvextinum því samfélagi sem svona samfélagi jafnaðar, samvinnu, hugsjónarinnar. Enginn virðist vera tiltakanlega auðugur en allir hafa í sig og á. Þarna greini ég nostalgíu. Það hérna, voru þetta bestu tímar allra tíma? Ég held að þessi tími hafi verið sko, svona hámark þess sem við höfum haft af svona samheldni og lífsánægju. Það gerðist heilmikið í samfélaginu þegar samvinnuhreyfingin hrundi. Gerðist mjög mikið og miklu meira heldur en mann hafi viljað viðurkenna því að ég vil tala með bara verslunarhlið sambandsins. En þessi hreyfing var miklu meira. Já. Og hún var svona miklu meira bræðralag. Já. Og náttúrulega líka verður erfið af því að hún kemur þessi jafnaðarhreyfing, hún kemur ekki til Íslands fyrir seinna.
þetta samverðsefingin, og þá lendir þar upp á kant, bændur og verkamenn. Já. Og þess vegna var hún aldrei jafn sterk eins og hún var víða á öðrum Norðurlöndum. En þetta var einhvers tími þar sem að maður vissi af nágrannanum og það voru allir að hugsa líka nágrannan. Já. Þetta hagkerfi, það var ekki eins og núna sem er umverulega eingöngu sniðið af því að fá sem mest út úr fyrir einstaklingin sem á þetta. Bara að kreista út allan safa úr samfélaginu í gróða. Þarna á þessum tímabil þá fékk samfélagið dálítið mikið af þessum hagnaði sem að menn höfðu upp úr verslun og viðskiptum, sjómennsku og þvíumlíkt. Því var dreift öðruvísi. Það var ekki lagt sama áhersla á hagnað eins og núna. Þú varst þarna líka og varst að fá eitthvað líka. Og kannski var sjónarhornið almennt til dæmis á fjölmiðlum. Kannski var það svona í meira mæli en í dag á hag almennings, á hag ríkisins, á þjóðarhag, á framlag til samfélagsins, frekar en að elta uppi endalaust sögur einstaklinga með ofsagróða og ofsafræð. Já. Það alveg rétt með flokksblöðunum sem var mótuðu nú fyrstu skrefin. Þá komu öll þessi sjónarmið fram. Og þarna voru 3 blöð sem að töluðu fyrir samhyggju í samfélaginu. Já. Og núna er bara eitt dagblað eftir sem að er með þveröfuga sýn á samfélagið. Dagblað sem hefur nýlega haft hamskipti, þannig að það er ekki beinlínis hægt að segja það svona samin í þjóðina eins og kannski má segja að það hefur reynt að gera á einhverjum áratugum áður. Já, og vissan hátt reyndu þeir það. Já. Styrmir og Mattías. Já. Nú, svo er þetta með það sem saminur okkur. Þú segir hérna öll eða flest voru við sömu trúar. Guðs kristni hélt verndarhendi utanum okkur, bænir og heilræðavísur á hverju kvöldi. Messur séra Friðriks voru yfirleitt vel sóttar, enda mikill Guðs listamaður. Gleð og bros fylgdi honum hvar sem hann fór. Kaupfélagið þar sem faðir minn vann átti að tryggja okkur sanngjarnt verð. Samvinnuhreyfingin sem þú nefndir áður boðaði jöfnuð, sanngirni og sátt. Og þetta er líka svolítið hérna horfin heimur, er það ekki? Jú, hann er algjörlega horfin þessi. Vegna þess að líka jafnaði menneskan sem að er núna skjaldarmerki samfélkingarinnar. Hún er með allt öðrum hætti heldur hún var á þessum tímum skömmu eftir stríðið. Og ég er ekki að segja að það hefði verið neitt hægt eða æskilegt að viðhalda sömu sjónarmiðum á því eins og núna, en ég sakna þessa tíma. Þú saknar þessa tíma og ég saknaði svolítið ákveðina tíma þegar ég las þessa bók, þótt ég sé aðeins yngri en þú. Ég gæti rætt við þið svo margt, en við höfum nú innan við klukkustund saman. Þú fer svo út, það er ekki hverjum degi sem að maður fer til Þýskalands að læra, var það þjóðhagfræði? Já. Þú skrifar ekkert mjög mikið árin úti, tók ég eftir. Jú, ég skrifa það er tveir kaflar þessar hræringar sem voru að baki. Já. Og einnig einstaklingar sem ég kynntist. Já. Hvað þeir voru orðnir eitthvað af mennskir. Já. Eftir að þau tekið þátt í eða alveg upp við þessar hörmungar sem þetta stríð var. Já.
námsmannahreyfinguna segi ég dálítið frá og vef hana inn í nokkra kafla þarna líka. Þú gerir það sannlega. Sem svona afleiðingar og mótsagnir hennar sjálfurar. Og þú fléttar saman sko Húsavíkur, uppvaxtarsögunum, gildunum og erlendu köflunum. Og reyndar skýt hér sko nýfrjálshyggjunni þarna inn í þegar að hérna eða ekki nýfrjálshyggjunni vissan átt þegar að út úr námsmannahreyfingunum sprettur þessi neysluhyggja. Já, einmitt. Þegar að búið að brjóta af sér allar hömlur fortíðar. Þess að við lifðum hvað síst Þjóðverjar í ákaflega konservatífu umhverfi. Hegðunar munstri var mjög strangt. Þú varst að gera þetta og hitt og ef þú passaðir ekki inn í þá var þér aðeins ítt til hliðar. Og námsmannahreyfingin brýtur þetta allt saman upp. Og skapar raunverulega þetta sem við höfum notið seinna, þetta frjálslyndi gagnvart náunganum í hegðun og mati, frelsi í kynferðismálum, frelsi til fóstureyðinga og svo framvegis sem þú þekkir allt saman. Að það sprettur eiginlega þarna upp líka. En einnig í þessari frjálslyndi fær neysluhyggjan byrjandi báða vængi. Og þar hefur okkur það mótstöð við það sem við vorum að berjast við. Því allir hlutir hafa sína andstæðu. Það vitna sé í Hegel, það er allir sína andstæðu. Sko, þegar þú kemur svo tilbaka, þá hefst nú svolítið sérkennilega yfir. Þetta hérna, þú ert nú svona ekki eins og sumir sem að fóru bara á sinn bás eftir að hafa mentað sig í útlöndum og voru bara á básnum. Það hafa náttúrulega til lífsháski í þínum starfsferli, má ekki segja það? Jú, ég hafði eiginlega sagt mér það að ég skyldi reyna að kynnast sem flestum sviðum og hliðum lífsins og kom náttúrulega með mínar róttæku skoðanir með mér. Vinstri sinnaðar? Já. En ég hafði líka sagt mér þegar þú vinnur á einhvern stað og þegar þú finnur að þú ert búin að ná tökum á starfinu, þá skaltu hætta og flýta þig eitthvað annað. Mér var yfirlega boðið starf að setja stað í ráðuneytunum eftir að ég hafði verið aðstoðarmaður ráðherra og ég synjaði því alltaf þó að það hefði verið boðið upp á mjög góð störf. Fannst þér að það hefði rænt þig þeim þroska sem þú vildir leita með því að vera alltaf að þróast og prófa nýtt? Ég hafði ekki neina að sækja þetta og bara mér fannst þetta að vera rútína. Þú náðu tökum á þessu, vissi hvernig þetta var og það var nóg. Þannig að þú lítur á æviðina sem að þú sért nemandi. Já. Námsfús, vilt læra á reynslunni. Læra reyslunni. Og ef þú kannt eitthvað þá þarft ekki lengur að gera það. Þá reynur að læra eitthvað nýtt. Þetta var náttúrulega, það var eiginlega miklu minni áhætta í þessu heldur en ég hélt. Ég sótti til dæmis aldrei, ég sótti einu sinni starf á allir ævinni. Og ég var alltaf beðinn að koma og kannski var það vegna þess að ég vildi ekki líma mig við eitt sæti. Sumir vita hvaða störfum þú hefur gegnt en aðrir áhorfendur, kannski yngri áhorfendur og hlustendur samstöðurinnar vita ekkert hver þinn ferill er og mér dettur í hug kannski sé nú bara heiðarlegt ef ég fá þig svona til þess að hlaupa yfir svona nokkra af þeim stöðum sem þú gengdir. Ég kom heim og þá byrjaði ég að vinna hjá Landsbankanum og ég var þessi aðstoðarmaður hjá Alþýðubandalaginu á þingi smá tíma vann hjá BSRB var svo aðstoðarmaður Magnúsar Kjartanssonar í iðnaðarráðuneytinu skömmu eftir EFTA sem þú skrifar sem mjög mikinn sómamann.
ég gerði það á vissu. Hafði sína kosti og galla eins og við allir. Okay. Og síðan við þurftum að takast á við inngöngunni í EFTA. Það var mjög mörg fyrirtæki sem voru hrædd það að þau myndu rúlla og fara yfir bara. En okkur tókst að með náttúrulega öflugum starfsmönnum það er að segja forstjórum fyrirtækjana. Þeir voru margir mjög öflugir og vildu takast á við þetta. Að snúa þarna við. Nú frá Magnúsi þá verði ég forstjóri eða framkvæmdastjóri Máls og menningar. Já. Það eruðu mikil átök það. Já, og sko þegar ég les bókina þá sko verða þeir liggja svo þétt saman þræðir stjórnmála og menningar. Já. Og það finnst mér svolítið vanta upp á í dag. Já. Ertu sammála mér með það? Já. Síðan þegar sú styrjöld var búin og Mál og menning komin í allt annan stað, þetta hún hafði verið áður. Þá verði ég aðstofamaður fjármálaráðherra í þeirri skrýtnu stjórn Gunnars Thoroddssens sem við segjum ekkert af hverju hún var þarna. Eða til hvers hún var. Hún hafði ekkert erindisbréf. Og þess vegna voru ráðherrarnir svona misáhugasamir byggilega sín mál. Þaðan fer ég svo til Dagsbrúnar. Framkvæmdastjóri Dagsbrúnar sem var þá öflugasta verkalýðsfélag landsins og mótaði raunverulega mjög mikið í kjarabaráttunni. Og eftir það þá verði ég framkvæmdastjóri eða kaupfélagsstjóri Krón sem var þá svona komið svolítið á hliðina. Og það tókst ekki að reisa það við mér, tókst það ekki eða okkur sem þarna störfum og sennilega hefði þurft öðruvísi manni mig til þess að gera það. Það? Já, ég gat ómögulega gert það sem ég þurfti að gera. Þar sem ég segja fólki og eftir ég var búinn að skamma atvinnurekendur það að þeir vera að reka fólk og skamma þau upp, ég gat ekki gert það. Ég hefði þurft að segja upp til miklu af fólki til þess að reyna að koma þessu á kjölinn. Og ég hafði ég hafði áður verið hjá Ísfélagi Ísbjarnarins á vegum Dagsbrúnar og var að bölsótast út í þá að þeir væru að segja upp starfsfólki. Ég gat það ekki. Nei. En ertu sprottin úr þessu húsvíska andrúmslofti að það er réttur hvers og eins að hafa atvinnu og samfélagið á að sjá til þess. Og nú eftir Krón þá var ég aðstofamaður utanríkisráðherra og þá ég að fást við EES-samninginn og ýmislegt fleira. Við gerðum það á Dagsbrún þegar við vorum þar, þá tókum við upp raunverulega fyrstu skref til þjóðarsáttar. Og það var ekki átakalaust að setja ekki bara harðar kröfur og setja allt í verkfall sem var þessi hefð og hefur kannski verið endurtekið núna upp á síðkastið svolítið, sérstaklega á hæst launuðustu starfsmönnum að setja samfélagið setja skambissu og gagnu á samfélagsins og segja því að vera hlýðið. Nú eftir starfið hjá Jóni þá var ég framkvæmdastjóri þingflokks Alþýðuflokksins og síðan nokkuð seinna tók ég við starfið framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Það rendaði ég minn starfsferil. Og síðast þegar ég sá þig þá var það einmitt á tónleikum í Hörpu. Þannig að enn ertu að sækja tónleika. Ég segi þetta frá þessu starfi mínu sérstaklega varðandi Hörpu. Það var heilmikil átök líka. Ég hef alltaf verið einhvers staðar nálægt átökum
þannig að við búið til Já. eða tekið í þeim. Já, þú ekki fælst átök. Nei, alls ekki. Ertu þá, aðhyllstu þá átaka kenningar til dæmis Karls Marx og Webers? Nei, það ger ég ekki. Nei. Ég gerði það kannski á einhverjum tímabili en ég sé líka hvað þær eru hættulegar. Já, einmitt. Og ekki hvað síst hjá Karli Marx. Já. Þó að margt af því sem hann sagði í greiningu sinni hafi komið fram og sér rétt. Já. Þá margt hitt hvernig hann vildi byggja þetta upp nýtt, þá það mjög hættulegt. Já. Eins og það hefur sýnt sig. En þú svona má álykta af því sem þú nefndir áðan í framhjörhlaupi að sko þetta launaskrið toppana sem orðið í dag að forstjóri kannski með 10 eða 20-föld laun sko undirmanna. Þetta eitt af því sem að veikir okkar samfélag? Já. Það gerir það því að þeir eru á sérstökum stalli, þessi menn sem eru kannski með 5 til 15 miljónar króna mánaðarlaun. Það tvístrar samfélaginu, gerir það miklu einstaklingshyggjulegra heldur en áður. Þegar ég vann 2 ár eða eitt ár hjá BSRB, sem var hjá Dagsbrún, þá vorum við að tala að munurinn á Dagsbrúnartaxta og þeim hæstlaunuðustu mætti aldrei vera nema 2,5. Einmitt. Og þetta var svona viðmið sem að hélt mér föstum. Já. Og ég man þá tíma í Mývatnssveitinni að þetta þótti alveg nóg. Já. Þú segir 2,5. Já, ég hugsa að við höfum kannski bara verið að miða við þessinu 2. Já. Og svo allt í einu þá erum við stödd í þessari veröld þar sem sko krakkarnir manns eru að koma hlaupandi úr frímínútum í skólanum og veistu hvað þessi með í laun og veistu, þetta er rosalega firring sem fylgir. Já. Það fer allt úr böndunum og ég nú kannski einsýnt hvað það var þar, en það fór ansi mikið úr böndunum þegar að sambandið og samvinnuhreyfingin hrundi. Já. Það losnaði einhverja ekstra einstaklingshyggju sem að fylgdi og var hluti af nýfrjálshyggjunni sem að var mjög fljót að ná hér undirtökum í atvinnulífinu og er ennþá mjög sterk. Losast við allar ríkiseignir og svo framvegis. Þannig að ég var mjög mikið svona andstæður þessu. Reyndi að gera mitt til þess að koma í veg fyrir það var náttúrulega út í hött. Það var í hægt. En sko, hver í örstuttumáli þín skoðun á því að svona krata flokkur hér á Íslandi varð ekki sterkari og svona meðað við nágrannalöndin en raun bara vitni? Var það að hluta til vegna þess hve hart var sótt að grötum frá vinstri? Já, það kemur nú aðeins seinna vísu með kommunistaflokknum. En og Jónas frá Hriflu, sýslungi hann var búinn að raunverulega að móbilisera ungt æskufólk í ungmennafélagshreyfingunni. Og þegar að jafnaðarmenn komu inn 1920 eitthvað svolítið 30, þá þeir hafði stofnað flokkin fyrr, þá raunverulega allur blómi íslenskar æsku ungmennafélags framsóknarmenn. Og það var svo lítið í að sækja. Það þurfti svo langa tíma til þess að það ekki kannski fyrir núna sem þetta komið yfir. Og þetta samfélag sem að við erum brotnir upp úr, þar sem að voru þessar jarðir, þar sem var einn bóndi og kona og börn. Þetta var mjög margar byggðir, þarna sérstaklega við Skjálfanda voru strjálbílar og það elur af sér bæði styrkleika og vesaldóm einstaklingshyggjunar.
Já, einmitt. Svo hérna á blaðsíðu 218 þá segirðu: það mun hafa verið á öndverðu árinu 1976 að til mín á skrifstofuna kom aldraður maður sem kynnti sig og sagðist þetta Tryggvi Emilsson. Þetta las ég nú af miklum áhuga því ég var orðið fullorðinn þegar ég las Fátækt fólk og það virðist hafa verið eins og hverjunu tilviljun og má nú kannski þakka þér það bara að bók Tryggva skildi koma út. Já, hún var búin að liggja þarna lengi og Þorleifur Hauksson sem var útgáfustjóri hafði rekist á þetta handrit og hérna hann hvatti strax til þess að þetta er gefið út, hann hafði lesið þetta og ég las þetta líka og sagði þetta köllum bara Tryggva og ákvaðan það bara að gefa þetta út en þá var þetta búið að liggja og hann var búinn að segja mér þegar hann kom til mín fyrst að hann byggist nú ekki við því að þetta er nokkuð tíðan gefið upp og gefið út og vildi þess vegna fá handritið tilbaka. Já. Og ég vissi ekki þá að við vorum með þetta handrit þannig í skúfunni. Nei, algjör gullmóli maður. Við fórum að grefja og út úr þessu var þessi rosalega flotta bók. Já. Kannski er ekkert við hæfi að þú svarir þeirri spurningu en kom hann því frá sér handritinu bara stafsettu ágætlega og nánast? Það var nánast við vorum að velta því fyrir okkur hvort við ættum að reyna að fá hann til þess að sleppa kaflan þar sem hann er ekki ættir sínar og skyldfólk og Þorleifur sagði nei, við gerum það ekki, þetta er eins og Íslendingasögu, það eru allir hérna ættfærðir langt aftur í hérna ættliði við höldum þessu bara óbreyttu og þá var hann búinn að vinna það lengi á í handritinu því að það hafði legið svo lengi. Já. Og upplifir hann ekki sem beiskan mann á þessum tíma? Nei, alls ekki. Það var ekki vottur af beisku í honum. Nei. Það er ekki sjálfgefið. Nei, það var sterkan mann til þess eftir þetta sem hann er búinn að upplifa. Já. Og svo það var engin aðstoð frá samfélaginu til þess að taka við svona krökkum. Nei. Og hugurinn hvarflar oft til Tryggva og þessara bókar. Það er ekkert langt síðan að hérna mikil umræða varðum fósturbörn og hvernig Íslendingar hafa komið fram með börn sem ekki sjálfur. Já. Það er einhver ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það. Ég hef aldrei lent í þessu eða ég hef aldrei átt með kunningja eða vin sem hefur lent í þessu þannig á mínum æsku árum. En það er einhver undir ilska eða reiði út í samfélagið sem að er beitt á krakkar sem að eru svona varnarlausir og geta ekki borið hönd fyrir höfðu sér og það er verið að losa sig við eitthvað því þetta er algengt til þess að það sé bara einstaklingsbundið. Það er eitthvað sem að bara kannski þessi vesaldómur að vera að bastla í búskap í 50 ár og eiga ekki verið jarðarföru sinni. Alltaf sé ekki tengt goggunarröðinni að einhver er vondur við mig og ég ætla þá að nota tækifæri að vera vondur við þig en mér finnst að staða þín sé veikari heldur en mín. Það er bara þannig að þú kemst upp með þetta og þú ert bara reiður og ert ekkert að endilega að vera vondur við barnið, heldur þú bara vondur við heiminn og umhverfis. En það var alveg mikil guðsblessun að þið voru þarna réttir menn á réttum stað og bókin hans Tryggva kom út. Ég hefði ekki viljað... Hún hefði getað lent í Öskuhaug. Já, heldur betur. Ef við hefðum ekki fundið hana, þá hefði Tryggva aldrei fengið neitt handrit tilbaka. Einmitt. En þetta leiði líka hugana því Þröstur að
við vitum aldrei hvaða bækur komu ekki út. Kannski voru snilldar hugmyndirnar og heyrðu ævistörfin sem aldrei sáust. Já. Það var önnur bók þarna tímabili sem að maður vissi ekki alveg hvort það myndi koma út eða ekki, undir Kallstjörnu, Sigurður Magnússon. Já. Hann kom með hana til mín og hann var svona svolítið efins það að hann ætti að gefa hann út eða myndi passa. Hvort hann ætti ekki að breyta þessu eitthvað og niðurstaðan var svo að hann bara gæfi hann út þess að hún væri þarna og hún rókseldist. Já. Milli 80-85 kom hún ekki út þá? Nei, það er fyrr. Ég hjá Mál og menning, þá ég frá 74 til 80. Hún kemur upp svona 75-6. Já, einmitt. Já. Sko, við syrgjum stundum liðnu tímana með því að forlögin hafi litið meir til menningarlegrar skyldu og myndu ekki horfa eins mikið til markaðarins og þess að bókin myndi seljast, heldur væru að líta á hlutverk sitt í samfélaginu þannig að það yrði að gefa þessa ljóðabók þótt allir að þetta væri svo góð ljóðabók, þótt allir vissu að hún myndi aldrei seljast í meira en 150 eintökum. Er þetta... Þetta voru náttúrulega svo margir hugsunumenn sem voru þá tengd í bókmenntum eitthvað á þessum árum sem voru að gefa út. Höfðu sem sagt farið með bókina úr frá því að lesa sjálfur í það að gefa hann út nýri. Og það tengdi náttúrulega listina eða listfengið við útgáfuna. Já. Þú hafðir ekki þín stefna var svo að eiga til hnífs og skeiðar. Einmitt. Og gefa það út sem að þú hélst að væri gott að fólk læsi. Einmitt. Þröstur, það er mér að kenna að við förum með víðan völl en bókin er bara svo víðfeðm og það er svo gaman að grípa víða niður en þá ætla ég kannski að skila okkur heim og fara aftur til upphafsins svona síðustu 15 mínúturnar sem við höfum til að spjalla með því á ég við að ég ræddi þarna í inngangnum að við Íslendingar stöndum fyrir stórum spurningum núna og þú segir á blaðsíðu 318 enn eitt stórmálið sameinar báða valdaflokkana og með því áttu við Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Það er krúnudjásn íslenskra stjórnmála en jafnframt bölvaldur almennings og loddari efnahagslífsins. Þetta er sjálf krónan. Hún er ekki bara gjaldmiðill þjóðarinnar, heldur frekar tæki, sumir myndu segja vopn til að halda núverandi viðskipta og stjórnmálakerfi í óbreyttum skorðum með losarlegu gengi. Þar að auki er krónan beitt vopn gegn launahækkunum. Hún er svipa sem skilur eftir sig ör. Íslenska krónan táldregur okkur til að halda það þjóðráð að aðlaga gengið efnahagsaðstæðum hverju sinni. Ég geti haldið áfram. Er þessi sýn þín á gjaldmiðilinn okkar bara ein og út fyrir sig nægileg röksemd fyrir því að þú telur að við eigum að ganga í ESB? Ekki bara. Ég til hins vegar þetta sé algjör forsenda þess að við getum lífað hér skynsamlegu og mannulegu samfélagi að fá gjaldmiðil sem að er kjölfesta atvinnulífsins, ekki skopparhringla. Og þú manst kannski ekki eftir því meðan að Evrópuþjóðirnar hafðu margir sinn eigin gjaldmiðil og hann var að skoppa fram og tilbaka og þeir voru alltaf árlega með nýjar efnahagslegar aðgerðir. Við höfum verið frá því að ég man eftir með svona á 2 ára fresti alltaf í vandræðum með að búa til umhverfi sem að kæmist af þrátt fyrir krónuna. Við erum ennþá á hán 1 núna og það eru 4 ár síðan við fengum það síðasta og alltaf þessar ráðstafanir sem dugur kannski 2-3 ár. Vegna þess að atvinnulífið hefur enga kjölfestu. Það hefur gjaldmiðil
sem þú getur ekki notað neistaðar, en það vantar þessa kjölfestu og hann þess vegna hægt að nota hana til þess að gera það sem valdhafarum vilja gera hverju sinni. Ef þú fellir krónuna þá ertu að taka peninga frá mér og þér og fleirum. Þú ert ekkert að breyta neinu þeim glundróða sem að krónan hvílir á. Þannig að hið innmúraða atvinnulíf Íslendinga mun alltaf berjast gegn breytingum því að þetta hentar þeim ágætlega. Já, þetta hentar þeim ágætlega. Já. Og þeir hafa tekjur, útflutningsatvinnurnar, þeir hafa tekjur í evrum eða dollarum, gjöldin í króninni. Já. Og þeir ráða við krónuna. Já. Ef þeir væru með fastan gjaldmiðil þá réðu þeir ekkert við hann, þá væri hann svo kjölfest að þeir yrðu að snúast í kringum. Já. En núna þetta öfugt. Krónan snýst í kringum þá. Já. Ég hélt þegar þjóðin gaf valdaflokkunum gamlu og miðflokknum svo litið gula spjaldið í fyrra þegar veiðigjöldin voru til umræðu. Við sáum það á skoðanakönnunum að Íslendingum líkaði ekki þæfingurinn í tengslum við það að veiðigjöldum væri aðeins breytt sko og hvernig var reynt að stöðva það mál í þinginu. Ég hélt kannski við myndum sjá svipaða hluti núna þegar maður skoðar gæði rökstuðnings gömlu valdaflokkana við þessari ESB pælingu en síðasta könnun hún benti til þess að bilið væri að aukast og þetta færi ekkert í gegn. Þú náttúrulega hefur tekið eftir í hvernig þeir hafa misnotað þessa skoðanamyndun sem á sér staði núna. Það að segja vegna þess að þeir tala ekki eins og atkvæðagreiðslan á að vera heimild til samnings. Þeir tala alltaf samningin. Já. Þeir eru búin að breyta þessari atkvæðagreiðslu yfir í afstöðuna til Evrópusambandsins. Já. Og þar keyrt mikið á tilfinningum. Já. Meðan að það var ekki gert þegar við vorum með veiðileyfagjaldið. Það var það meiri skynsemi. Já. En núna keyrt eingöngu á tilfinningum. Já. Auka ótta við þessu sambandi sem kallar fram allt öðruvísi afstöðu heldur en þeir skýrskottu til skynseminar. Þeir segja aldrei hvað við fáum. Nei. Og hvað það sé gott og hvað sé nauðsynlegt fyrir okkur núna á þessum tímum að vera í þessu varnarbandalagi vestræns lýðræðis. Já. Því ég óttast mjög að ef það kemur nei út úr þessari skoðanakönnun síðsumars þá séum við búin að loka okkur inn í skáp. Já. Og þá eiga þessi mikli auður sem hefur komið af fiskveiðiauðlindinni og stjórnmálin mjög djúpt samstarf. Já. Og það verður ekki til hagsbóta fyrir íslenskan almenning. Þannig að þú lítur á þetta sem ögur stund. Já. Ég hef stundur sagt að það væri maður að fara með heimild til þjóðaratkvæðagreiðslu mjög varlega. Því hún getur bundið menn til svo margs tíma. Þú ferð ekki að gegn þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir en löngu seinna. Og þá maður kannski orðinn og seinna. Og það eins og marga skorti ímyndunarafla af því að við komumst einhvern veginn í gegnum þetta frá mótun til kvölds oft með tvöfaldri vinnu og oft með því að borga húsnæðið okkar 3 eða 4 sinnum. Af því að við getum það þá því að breyta. Og unga fólk getur verið 30 ára, 40 ára að koma sér upp húsnæði. Já. Það allt í lagi. Meðan að fólk sem það kynnist á Norðurlöndum og Þýskalandi annars staðar eru búin að ná sér í fasta íbúð, ekkert endilega eigana, en fastan íbúð rétt á kannski 5 árum. En segðu mér sem sérfræðingur og þjóðhagfræðingur og fyrrum... Ég er ekki mikil sérfræðingur. Er það ekki mikil sérfræðingur? Hefur æviðin ekki gert þegar sérfræðingi?
Starfsæfin? Hefur ekki starfsæfin gert þig að sérfræðingi? Nei, hún er ekki gert það. Hún er gert með einhvern sem reynir að líta á samhengi hlutana. Ok, en sem maður sem hefur reynt að líta á samhengi hlutana, seldu hlustendum og áhorfendum og mér í nokkrum orðum af hverju ESB er til bóta? ESB er samstarf sjálfstæðra ríkja vegna þess að það er lítill hluti af valdi ríkisstjórnar eða þjóðríkisins sem er fært yfir til Brussel. Það er tengslum við gjaldmiðilinn, litlu leyti við markaðinn. En það sem að núna hefur verið að gerast er það að við eins og allar aðra þjóður þurfum skjól og þurfum ekki að skammast okkur fyrir það, við erum lítil og það er mikið af stórum þjóðum allt í kringum okkur og við þurfum í viðskiptum okkur meiri vernd allir við höfum núna. Við þykistum geta gert tvíhliða samning við hvað sem er Kína eða Rússland eða Bandaríkina og við veitum alltaf að þeir stinga okkur í vassan viðsvæðlega í kjörum. Það kom mjög skýrt fram í viðræðum evrópska efnahagssvæði að þegar við vorum reyna að vera einir á báti þá var allar hlustað á okkur en leið og norrænu þjóðirnar og Austurríki var komið þessi EFTA þjóðirnar voru konin í pakkan þá var gjörbreyttist aðstöðu okkar. Þá gátum við ná fram ákvæðum í sjávarútvegi sem hefði verið vonlaust fyrir okkur í tvíhliða. Nú þessi gildi sem að Evrópusambandið verst fyrir þessi svona frjálslindu gildi Vesturlanda, það er að koma í ljós núna í sambandi við Ungverjaland hvað fólk hefur saknað þess mikið að vera raunverulega skorin frá þessu Evrópusamstarfi og hún var að fagna frelsi þegar þau voru að frelsi til þess að vera við viljum vera Evrópubúar, við viljum frelsi og þetta samband er svo stórum merkilegt hvað það varðar að það er svona vörður lýðræðisins og ef að þjóðir eru að fara yfir og langt til hægri eða vinstri sem það hefur nú ekki gert þá koma varnarveggir opnast þeir eru líka á varðbergi með samkeppni þeir eru með sitt eigi samkeppnis við höfum verið að draga úr þeim möguleika og núna þegar að stór hluti verslunarinnar og útgerðin eru komin á sömu hendur þá er engin samkeppni eftir í samfélaginu. Nei. Þetta held ég að sé betur komið fyrir til þess að reyna að koma í veg fyrir pólitísk sambland þessara tveggja pólitíkurinnar og auðsins að þá þurfum við þessa varnarveggi sem að ESB hefur byggt upp. Þetta er raunverulega til þess að bjarga lýðræðinu okkar. Og sérðu þá fyrir þér að tvennt gæti gerst með aðild að bæði kæmi ný samkeppni. Menn hafa oft sagt í mín eyru, nei, það verður aldrei þannig að komin einn evrópsk fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki, íslenski markaðinn er svo lítill og hann er svo furðulegur og það hefur engin áhuga á okkur. En það er náttúrulega rökvilla vegna þess að það hefur kannski engin áhuga á okkur á meðan við erum í íslensku krónuna. En hins vegar eftir evru, ef það yrði, skil ég þá rétt að það sé bæði þannig að það kæmi einhver samkeppni að utan og svo yrði líka regluverkið það yrði neytendum í hag. Við erum þegar að njóta þess það sem að innri markaðurinn segir okkur neytendavernd, umhverfisvernd og ýmislegt fleira sem að við höfum yfirtekið bara löggjöfina frá Brussel og líkar vel. Við myndum njóta þess að vera hluti af þessari heild
sem að með því sem að þeim svona svona tryggingu og sem það veitir. Því að þú getur rétt ímyndaðir hvernig Evrópa væri núna útlítandi ef að Evrópusambandið hefði ekki komið. Það er alveg hreint eins og Evrópa er svona á vissan hátt okkar NATO. Það veitir okkur vernd á mjög mörgum öðrum sviðum en hernaðarlega. Þá segja andstæðingarnir, hvað viljið að við förum að senda 18 ára gamla íslenska drengi í stríð? Já, þeir segja það og þá spyr ég af hverju haldið þið það? Hvað, það er engin herskylda í Evrópu? Engin? Og verður ekki? Vegna þess að þjóðirnar sjálfar vilja ráða því. Þeir eru í NATO og þó að þetta NATO muni líða undir lok, sem kann vel að vera, þá munu þeir byggja upp nýtt NATO. Og sem NATO-miðlið ertu ekkert skyldugur til þess við höfum undanþágu frá því að vera með herskyldu hérna og vera með her og það sé ég ekki fyrir mér að kæmi nokkuð tíman neitt boðorð frá Brussel það að við færum í her sem þeir munu aldrei mynda. Þeir munu alltaf vera, þjóðurnar eru það sterkar sjálfar, þeir munu alltaf mynda sín eigin her, vera kannski bara með sameiginlega herstjórn. En nú erum við reyndar akkurat komin á þann stað sem að Mogginn vill að við förum á, sem að í stað þess að ræða þjóðaratkvæðisgreiðsluna sem frekar einfalt mál, þá förum við strax í einhvern veginn að semja, sko. En ertu handviss það að til dæmis húsnæðiskostnaður myndi stórlækka og það kæmi hér stöðuleiki sem að Ég er ekki samfærður að þetta myndi allt snúast við, sko. Alls ekki strax. En það myndi ekki vera verri en það er. Nei. Og krónan myndi evran myndi gjörbreyta öllum möguleika til dæmis útlendingar fjárfesta ekki hérna núna þeir sem voru með bankareikninga hjá bönkunum rétt fyrir hrun þá voru konar mjög miklar upphæðir þar á erlendu vegna þess að við vorum með svo háa vexti það rúast hingað inn, útrúsar víkingarnir tóku þetta og komu þjóðin í vanda mjög mikið. Því þá voru þeir búnir að taka peningar sem þeir áttu ekki og setja því í útrásina sem fóru á hausinn. Þess vegna kom þessi skuldbindning á hollendingum og Bretum því að þeir hafðu sett lífeyrissjóði sína til Íslands til þess að fá mjög háa vexti. Og þeir fóru þess vegna þetta fór allt til fjandans. Og það er líka þessi hræðsla sem að þessi reynsla sem þeir þekkja að þeir það þarf að gera mjög mikið til þess að þeir bindi fé hér á Íslandi aftur. Og alls ekki meðan krónan sem þeir vita að auðvitað reyna þeir að halda henni halda genginu dálítið föstu, reyna það en það kostar okkur mjög mikið þú þetta kaupa og selja krónu og sérstaklega kaupa hana til þess að halda genginu þetta er mjög dýrt fyrir okkur fyrir utan hvað þetta er dýrt þegar við förum til útlanda og þegar við erum að skipta Danir eru að pugna eru að kvarta undan því að það sé orðið svo dýrt að halda þessum dönsku krónu uppi því að þeir eru með 80% af sínu viðskiptum í öðrum löndum að þar eru menn farnir að ræða það að reyna að losa sig við hana Ef við færum myndu normenn fylgja? Ég hef ekki hugmynd það Nei, þeir myndu ekki endilega að taka mið af Íslandi en það þrengir þeirra stöðu þó að Ísland sé lítið þá er Ísland líka nafn og það er hlustað á það sem við segjum og þó að menn sé svona í hörðum business ekki endilega að taka mikið tillit til þess en normenn taka sína ákvarðanir út frá sínum eigin hyggju viti
Heyrðu Þröstur, það er búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að kynnast þér og ræða við þig þessa ágætu bók, Horfinn heimur, minningaglefsur, ég óska til hamingju með hana. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma að rauðaborðinu og ræða þau málefni sem við farið þér. Takk sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.